Björgunaraðgerð Seðlabankans fyrir Glitni hlutfallslega stærri aðgerð en aðgerðir bandaríska Seðlabankans til varnar fjármálakerfi landsins. 84 milljarðar um 6% af þjóðarframleiðslu Íslands. Þessi peningar koma hér að byrja með úr Seðlabankanum, hið erlenda fé, en síðan verður Seðlabankanum væntanlega bætt það upp með ákvörðun Alþingis fljótlega, þannig að Seðlabankinn verði jafn settur. Þetta verður eignarhlutur ríkisins. Seðlabankinn ætlar ekki að eiga í Glitni, telur það ekki heppilegt, þannig myndi það verða. Þessi aðgerð var rædd við forystumenn ríkisstjórnarinnar hér í bankahúsinu í gær og þeir héðan höfðu samráð við alla ráðherrana og forystumenn allra annarra stjórnmálaflokka á Alþingi voru hér á fundi í bankanum í gær með mér og forsætisráðherra og þar voru þeir settir inn í þessi mál. Vilhjálmur Bjarnason, formaður félagsfjárfesta, segir þúsundir manna tapa á þessu en við því sé ekkert að segja. Þetta náttúrulega tjón fyrir þá sparifjáreigendur og þá hluthafa sem þarna eiga að hluta máli, ekki bara fyrir þá stóru heldur líka fyrir þá litlu. Og þetta náttúrulega ótrúlegi hluti sem þarna hafa gerst að banki skuli hafa verið komin í þessi þrot að það hafi þurft inngrip ríkisins og það má kannski vel vera að þetta hafi verið besta leiðin en sem komið að þá hef ég nú ekki allar upplýsingar í dæminu. Það hefur komið fram að aðaleigandi bankans Stoðir sem eiga þarna 33% fundaði í nótt og tjón þeirra er náttúrulega mest og það kann að leiða af sér einhver aðra keðjuverkun sem ég kannski sé ekki alveg fyrir. En hinni smærri hluthafarnir, þeir því miður verða að bíta á jaxlinn og meðal annars ég og dætur mínar, getum við sagt. Stærstu hluthafar Glitnis hafa samþykkt þessa tillögun en Fjármálaeftirlitið hefur staðfest stöðu bankans þannig að fyrst og fremst lausafjárþurrð að ræða. Það er náttúrulega verulega stór eignarhluti sem rýrnar kannski 60% og það náttúrulega kemur beint fram í eigin fé Stoða og kannski rýrir getu Stoða til að standa við sína skuldbindingar. Þannig að það er annar þáttur sem að mig varðar kannski minna vegna þess að ég fekk hlutabréf frá Stoðum, hlutabréf í Glitni frá Stoðum fyrir skipti þar. En þetta er bara eins og hvert annað hundsbit. Það er þannig að þetta fólk eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar er með banka sem er rekinn. Ef að þessi aðgerð hefði ekki komið til þá væru hlutabréfin 0. Þannig að bankinn hefði farið að þessu? Ef að bankinn fær ekki hjálp á þrengingartímum, fær ekki fjármögnun, þá lifir bankinn ekki, það er ekki flóknara en það. Davíð Oddsson sagði enga aðra banka hafa leitað til Seðlabankans. Þetta er þó vísbending það sem að ýmsir hafa trúað eða talið líklegt að ef að íslenskir bankar ættu við ákveðin erfiðleika að etja, að þá væri til staðar vilji hjá ríkisvaldinu að leggja þeim lið. Þessi aðgerð sýnir að sá vilji er raunverulegur. Hann ætti því að þýleiti til að minnsta kosti að geta verið jákvæður gagnvart öðrum bönkum. Það er fullyrt að fleiri bankar hafi ekki leitað á náðir Seðlabankans í sömu erindagjörðum en er ástæða til þess að ætla að það verði núna? Ég bara gerir mér ekki grein fyrir því. Ég er bara ekki nógu kunnugur inni við annara banka. Það er náttúrulega alveg ljóst að Spron gengur undir Kaupþing og við skulum vona það að Kaupþing sé máttugt til þess að taka það yfir. En hvað með Landsbankann? Já, sögur segja að Landsbankinn eigi einhver veð í hlutabréfum Stoða í Glitni en ég veit ekki hvernig því reiðir af. Engin skilyrði launalækkun stjórnenda fylgja þessari innkomu ríkisins líkt og fordæmi frá Bandaríkjunum. Það er örugglega vilji til þess hjá ríkisvaldinu öllu að þar verði sýnt meira hóf í bankakerfinu almennt. En ég vek athygli á því að Glitnir hefur gengið þar á undan með góðu fordæmi. En það er sjálfsagt ekkert útilokað að menn geri betur þar heldur en gert hefur verið en menn hafa farið undir forystu fyrrverandi stjórnarformanns eða núverandi stjórnarformanns
þá hefur verið farið myndarlega á stað í þeim efnum og bankastjórinn hefur stutt mjög við þá viðleitni sem að stjórnarformaðurinn beitti sig fyrir.